sæl öll. Eins og kom fram, þá ég Sema og mér finnst frábært að hafa verið svona góð umfjöllun starfendarannsóknir hérna. Það myndi mig á það þegar ég var í meistaranáminu. Þá gerði ég starfendarannsókn sem hét menningarfordómar í mínu daglega lífi. Og það greinilega eitthvað hérna að því nú ætla ég að fjalla rannsókn sem snýr að kynþátta- og menningarfordómum í daglegu lífi ungs fólks. Þannig að þetta eitthvað þema sem ég greinilega halda mig við. En ég tek undir það hversu æðislega starfendarannsóknir eru. Þó þetta var kannski ekki auðveldasta verkefni að skoða kommentakerfið og annað sem snýr að sjálfum sér. Mæla ekkert endilega með því. En ég ætla aðeins að áður en ég kannski svona fer í þessa rannsókn sem ég búin að vera framkvæma. Þá langar mér bara aðeins að koma inn á þessi hugtök. Ég hélt að ég myndi kannski græða þessar mínútur sem greinilega fór í auglýsingu frekar, þannig að ég þarf að tala mjög hratt. Það búið að skamma mig fyrir hvað ég mikið að glærum og eitthvað. Já, alveg nokkru sinnum í morgun, en kannski bara aðeins til að svona setja sín. Þegar við erum að tala kynþáttafordóma, þá erum við að tala þessa hugmynd að fólk einhvern veginn skiptist í kynþætti eða kynstofna sem einhvers konar munur á, einhver áberandi munur sem talið náttúrulegur, eðlislægur og sem ekki hægt að breyta. Og fólk síðan dæmt út frá þessum kynþætti sem þeim ætlaður og fyrst og fremst svona kannski gefið þá ákveðin einkenni og reynslu og bara það hver þau eru sem einstaklingar út frá því. Og þetta yfirleitt sett fram sem einhvers konar hugmyndir æðri og óæðri kynþætti og nota til þess að þá mismunar fólki jaðarsetja og jafnvel útskúfa. Það búið að sýna fram á það vísindalega að mannkyni skiptist ekki í kynþætti eða kynstofna. Hins vegar þetta til sem ákveðin svona félagsleg formgerð, félagsleg sköpun sem þýðir að þetta fyrirbæri sem hefur mikil áhrif á daglegt líf fólks, reynslu fólks, upplifun, tækifæri og bara það að vera hluti og tilheyra í samfélagi. Og þegar við erum að tala menningarfordóma, þá erum við að tala að annarkvort til viðbótar eða í staðinn fyrir þessa áherslu á kynþætti að þá lögð áhersla á einhvers konar menningarlega þætti. Þetta getur verið tungumál, trúarbrögð, hefðir, venjur, eitthvað sem notað til þess aftur að aðgreina fólk í hópa í sama tilgangi í rauninni og kynþáttafordómar. Þannig að þegar ég að tala kynþátt- og menningarfordóma þá ég að tala þessa birtingarmynd mismununar byggða á þá annarkvort kynþáttafordómum eða menningarfordómum. Og þetta alltaf þess að segja, þessi hugmynda að mismuna fólki. Þetta birtist með ýmsum hætti. Þetta birtist á einstaklings- og hópgrundvelli. Þetta innan stofnana, þetta innan kerfa og birtist einmitt þá svona kannski bæði í beinu samskiptum einstaklinga á milli og líka bara í tækifærum og því bara, ég meina aðgengi að menntun, atvinnu, heilbrigðisþjónustu og öðru slíku. En við erum kannski einblína á svona þessa einstaklingsbundnu og hópbundnu í dag. Það þýðir að þetta getur birst einmitt sem einhvers konar orðræða, þetta getur líka verið sett fram sem myndefni, texti eða annað slíkt. Þetta framkoma og hegðun sem fólk þá upplifir. Ef þetta eru svona beinir fordómar, ef þetta eru óbeinir fordómar, þá þetta svona kannski eitthvað sem manneskjan sjálf ekki meðvituð en beinist að henni til dæmis í tali á milli fólks og tilraunum kannski til þess að mismuna fólki. Þetta yfirleitt byggt á einhverjum neikvæðum staðalmyndum þessa hópa, þá annarkvort kynþætti eða einmitt þjóðernisuppruna eða menningu fólks og svo oft þessu líka blandað saman. Og þetta einmitt allt frá niðurlægjandi orðræðu yfir í ofbeldi og í rauninni við erum með svo margar birtingarmyndir, við erum með öráreitni, þetta andlegt ofbeldi, þetta munnlegt ofbeldi, þetta líkamlegt ofbeldi og oft á meir en ein birtingarmynd við hverju sinni. Rannsóknin sem ég hef verið að vinna að núna síðustu ár reynsla og upplifun ungs fólks af kynþátta- og menningarfordómum og einelti sem einkennist af fordómafullri hegðun. Og ég búin að tala við 9 einstaklinga, búin að taka 10 viðtöl, 9 djúp viðtöl og 1 eftirfylgni viðtal. Og þetta eru einstaklingar á aldrinum 18 til 25 ára.
sem öll hafa þessa reynslu. Þau eru með mjög fjölbreyttan þjóðernis- og menningar bakgrunn. Þau voru í grunnskólum flest á höfuðborgarsvæðinu en ekki einungis, þannig að þetta er mjög svona breiður hópur, víðtæk skírskotun sem við erum að ná þarna saman og þau eru líka með fjölbreyttan trúar bakgrunn. Þetta er semst allt þættir sem ég spyr Tilgangurinn er semst að bera kennsl á þessar birtingarmyndir, tíðni, svona kannski sérstaklega hversu langvarandi þetta er, þegar þetta er, hversu langvarandi þetta er, hversu lengi þetta stendur yfir. Markmiðið er líka að kanna viðbrögð fullorðinna og þróa einhvers konar viðbrögð og forvarnir gegn því að menning sem leyfir kynþátt og menningarfordóma einelti sem einkennist af því bæði á vettvangi skóla og frítíma. Reynsla minna viðmælanda er þó að hópurinn sem mjög fjölbreyttur, þá er margt mjög sameiginlegt í reynslu þeirra. Þau upplifa mikla stríðni innan gæsalappa, öráreitni. Það er áberandi niðurlægjandi athugasemdir og orðræða sem snýr þá að uppruna þeirra, menningu, tungumáli, útliti og öðru slíku. Og aftur talaðu grín og brandara. Þetta er mjög einkennandi í rannsóknum á fordómum, þetta grín, og það á alveg sérstaklega við hérna á Íslandi hvað þetta er afgerandi birtingarmynd fordóma. Að það er eitthvað sett fram, eitthvað niðurlægjandi sem á að vera eitthvað grín sem er samt að kostna einstaklings og hans þá uppruna eða menningu eða annað slíkt. Og þið sjá hérna, þetta eru svona þau einkenni sem koma oftast fram. Það er uppruni, húðlitur, útlit, nafn, mjög algengt þarna líka trúarbrögð, menning og svo tungumál. Mér langar að taka nokkur dæmi það sem viðmælendur mínir segja. Hér, það er semst einkennandi hvernig uppruni, kynþáttur, húðlitur og útlit helst oft í hendur. Hér er dæmi, tala mörgum að það sé talað enska við þau og þetta hefur rosalega mikil áhrif á sjálfsmynd þeirra. Að þau upplifa þetta þannig að það sé alltaf verið að aðgreina þau frá íslensku samfélagi. Þannig einhvern veginn að því það er talað enska við þau af fyrra bragði að það sé einhvern veginn verið að senda þessi skilaboð. Þið eru ekki hluti af íslensku samfélagi. Þetta eru einstaklingar sem flestir eru fæddir eða búin að alast upp á Íslandi frá þau voru ungabörn. Þannig að það var svona eitt sem ég kom mér kannski pínu á óvart. Maður áttaði sig ekki á því hversu ótrúlega mikil áhrif það hefur þegar þetta er gert. Það eru algengir svona ISIS brandarar, sprengingar brandarar sem snúa þá að uppruna fólks. Hér er dæmi þar sem vinkonurnar voru að lita, teikna mynd af þeim, þær að mér, þær notuðu svo dökkbrúnan og sami dökkbrún var svo notaður fyrir kúk. Og þetta er svona bæði sem sagt óbein tenging og síðan bein tenging þar sem er fjallað það. Krakkar að pikka í einstaklinginn af því að hann er frá ákveðnu landi og alltaf þegar einstaklingur var að koma eitthvað öðruvísi í nesti heldur en kannski, ég veit ekki, þetta hefðbundna skólanesti, að þá var alltaf einhvern veginn verið að setja út af það að gera grín af því það er skrítin lykt, akkur ertu með eitthvað svona í nesti og svona, og þetta er eitthvað sem er þá langvarandi ítrekkað sem birtist sem hluta þessari eineltis hegðun. Grín, bara verið að gera létt grín, alltaf að gera grín, toga í augnlokin, segja sér með lítil augu, alls konar þetta. Líkamsár eru annað sem kom líka oft fram af því að þarna var sem sagt flestar íslensku stelpurnar eru með svona ljós hár og svo eru við sem eru með svona dekkri líkamsár sem sést á höndum og fótum og öðru slíkt og það býr til oft erfiða reynslu meðal annars í þegar það er verið að fara í leikfimi í skólanum og ein hérna sem er uppnefnd loðfíll einmitt út frá því. Gert grín af eftirnöfnum, gert grín af útliti. Hér er eitt dæmi þar sem hún talar að hún var mjög flink í höndunum, finnst gaman að prjóna, teikna, alls konar og þá var alltaf verið að segja já, þetta eru genin út frá uppruna. Þetta er af því að hún er frá, þetta eru genin, þetta er genunum að þakka að þú sér góð eða góður í einhverju. Þannig að, og svo eru fleiri sem tala sprengju brandara og svona alls konar skrýtnar aðstæður þar sem að þessi er bara eitthvað einn að gera eitthvað og svo bara kemur einhver svona sprengju brandari, svona random, bara rosa skemmtilegt. Nafn,
mikið talað nafnið, uppnefni, það og svona alls konar spenna í kringum það og kannski svona streita líka í alls konar aðstæðum, meðal annars talað þegar þú varst kannski að mæta í bekkinn fyrst skipti og vera að fara að lesa upp, hvort að kennarinn myndi lesa nafnið rétt eða eitthvað slíkt. Og ég myndi þess að vissi aldrei hvernig það myndi bera það fram og alltaf gert djók, fólk fer að hlæja og annað slíkt. Fólk með svo skrítið miðjunafn, þannig að þetta svona, þið sjáu, þetta svona alls konar sem verið að pikka í og þegar þetta orðið margir þættir hjá sama einstaklingnum þá þetta orðið rosalegt áreiti að upplifa daglega. Félagsleg útskúfun annað sem kemur mjög skýrt í ljós og kom mér á óvart, kom nokkru sinni fram hjá einstaklingum að þeim hafi ekki verið boðið í afmæli í bekknum. Ég held að þetta væri bara eitthvað sem væri kannski bara búið einhvern veginn, að það fengi allir eða ákveðnir hópar allavega innan bekksins boð í afmæli, en það ítrekkað að það eru þá einstaklingar af erlendum uppruna sem eru ekki að fá boð og hafa engan heldur þá til þess að bjóða í afmæli því þau eru ekki hluti af bekknum. Og það eru dæmi það að foreldrar hafa verið að hringja en út af því að þau fengu ekki boð voru þá kannski einu einstaklingurinn í bekknum sem fékk ekki boð í afmæli. Þannig að þetta mjög mikil útskúfun og þau upplifa mikinn einmanaleika út frá þessu. Þau tala að vera valið síðust í lið, ein í hópverkefni, alltaf valið síðust í hópa og þau eins og við bara upplifið með ógeðslega einmana. Og hvað býr þetta til? Þetta býr til einangrun, þetta býr til einmanaleika, vantraust og óöryggi í garð fólks og eðlilega reiði, sorg og vanlíðan. Og það hefur þær afleiðingar að einstaklingar eru jafnvel að breyta hegðun sinni, breyta framkomu sinni, það verður að gera grína í hvernig þú lítur út, þannig að þú fer að breyta því, að þú fer svolítið svona samhliða því að breyta sjálfsmyndinni og jafnvel hugsunarhætti. Þannig að það þýðir rauninni meðal annars að þú fer að hugsa mjög neikvætt sjálfan þig út frá þessu sem ítrekað verið að segja og gera. Og það eru dæmi hreinlega eins og hér. Hérna eru að tala stríðni, sundklefinn, það annar staður sem áberandi. Það örugglega hér, já. Það sem gerist að þú breytir öllu þínu, þessu daglega lífi. Svo já, það sem gerist að ég hætti að fara í ræktina, ég hætti að fara í sund, ég hætti öllu sem getur haft jákvæð áhrif á geðheilsu mína. Ég hætti að fara út á kaffihús, fjarlægði mig algjörlega frá íslensku samfélagi og mér líður betur þannig. Svo þetta hefur skapað algjöran aðskilnað milli mín og heimsins og eitthvað svoleiðis og það særði mig mjög, mjög mikið þegar ég sagði það loksins upphátt við einhvern. Efasemdir sjálfsmynd og eigið sjálf líka áberandi í þessu. Já, eins og margir aðrir ungir einstaklingar, dæmi ég sjálfa mig og maður með svona, getur tekið á sig alls konar birtingamyndir. Þarna hann semst að tala það að hann farin að, hún finnst að vera að standa sig nokkuð vel í lífinu, fær samt svona tilfinningu að hann sé ekki nóg, ekki alveg svona 100% ég að klára eins og fólk vil hafa mann og að það sé einhver leyti neikvætt á sért sem sagt hálfur frá einhverju öðru landi, bara sem dæmi og þetta býr þá til þessa neikvæðu hugmynd að því þú tilheyrir einhverjum hópi sem talin hafa neikvæð áhrif á samfélagið að þá upplifir skömm og eins og þetta sé ekki svona alveg rétt að hann sé einhvern veginn ekki alveg réttur. Síðasta dæmið, hér einstaklingur sem nýlega farin að hugsa að hann var svo oft kallaður eitthvað og fór að hugsa þetta, þetta uppruni, að vera að kalla einstaklingin einungis út frá því landi sem hann frá, þannig að hann fór að hugsa það sem blótsyrði. Þannig að þegar það var sagt eins og hei, Íslendingurinn, að það blótsyrði, þannig að það var komið neikvæð mynd á upprunaland einstaklingsins og svo kemur þetta í fréttu að vera að tala um einhverja pólitík og einstaklingur bara akkur að blóta þessu og það verið að tala um trúarbrögð og upplifa það að það sé verið að tala neikvætt á sig í trúarbragðafræðslu í skólanum. Þannig að allt í einu upprunnin, orðin eitthvað neikvæður og þar lendi ferði náttúrulega að fá þessa hugmynd að þú sést ekki eins og á að vera. Lóan komin. Það sem var kannski einkennandi að
Hinn mikilvægu önnur geta annarkvort verið það besta sem kemur fyrir þau eða hluti af vandamálinu. Þau töluðu mjög vel til dæmis sumir líta á kennarana til dæmis sem bestu vinin sína. En það sem ég langar að segja í lokin að þegar þú upplifir einelti og þessa hegðun í skólanum þá ertu ólíkleg til þess að taka þátt í frístundinni eða félagsmiðstöðinni og það var mjög einkennandi í mínu samtölum með þau sem vissu ekki eins og hvað það var. All right, sorry.